Næsta teymi Norstone. Gefum þeim gott klapp. Góðan dag. Við erum Norstone, stafræn lausn í skartgripaviðskiptum. Þetta Hörður og ég Lena. Við erum teymi með þekkingu af alþjóðlegu regluverki, fjártækni og iðnaðinum. Í starfi mínu sem gullsmiður og skartgripasali sé ég vandamál sem ég ætla að leysa. Leið og mínir viðskiptavinir labba út úr versluninni missi ég tengingu við þá, en mínir viðskiptavinir, þeir fjárfesta í miklum verðmætum sem eiga endast kynslóðir. Þessum verðmætum fylgja pappírsvottorð sem auðveldlega geta glatast og fylgja sjaldnast við endursölu og verðmat. Einnig eru 90% skartgripa vandtryggðir. Við höfum verðmætin en án staðfestingar og rekjanleika. Við stofnum Norstone til að laga þetta. Við gefum hverjum skartgrip sitt eigið stafræna vottorð. Vottorðið í raun og veru lykill af vildakerfi, tryggingum og endursölu. Það gefið út sjálfkrafa á bálkakeðju í gegnum sölukerfi söluaðila, skráð í smáforrit og aðgengilegt fyrir kaupandann í Norstone bankahólfinu. En vottorðið í raun og veru grunnurinn af vistkerfinu, þar sem að viðskiptavinur getur fengið sértæk tilboð, tryggingavernd og hærra endursöluvirði. Söluaðilar geta aukið endurkomu viðskipti allt að 30%. Þeir fá hlutdeild í þóknunum sem þýðir hærri hagnaður. Við erum með markaðstorg, með vottari endursölu og öruggri afhendingu og tryggingafélög fá loksins gögn sem þau geta treyst og auki við sölu á sértryggingum. En af hverju núna? Jú, því frá árinu 2026 þá eru rafræn vöruvottorð orðin lagakrafa innan Evrópusambandsins. Innleitt í skrefum til 2030 en að innleiðingu lokinni þá það rafrænt vöruvottorð fyrir nánast allar seldar vörur innan EES. Við breytum þessari reglufylgni, sem var annars bara kostnaður, í virðisaukandi þjónustu fyrir bæði söluaðila og kaupanda. Tekjumódelið okkar byggir á 3 stoðum. Grunntekjur Norstone eru áskrift skartgripasala veflaust og svo erum við með tekjuskiptingu á milli Norstone og skartgripasala sem þá hlutdeild í tryggingum og hlutdeild í endursölu. Hver samkeppnin? Pappírsvottorð eru fortíðin. Aðrar NFT-vottanir eru einangraðar og lúxusmerkin reka lokuð kerfi. Norstone saman af tæknilegt forskot og reglufylgni í vistkerfi sem styður við virðisauka fyrir alla þátttakendur. Skartgripamarkaðurinn í Evrópu veltir 80 milljörðum evra á ári. Þetta markaður sem þarf núna að færa sig í stafrænan staðal. Það eru 100.000 smáir og meðalstórir skartgripasalar í Evrópu og raunhæf markaðshlutdeild Norstone á næstu 2-3 árum 10% af þeim mengi. Það myndi skila okkur 36 milljónir evra í árstekjur, eingöngu af grunnáskrift. Við ætlum að byrja á Íslandi með sjálfstæðum skartgripasölum en horfum svo til Evrópu þar sem eru yfir 100.000 sjálfstæðir skartgripasalar. Nú þegar erum við með greitt tilraunaverkefni við Buy L skartgripi, við erum í samstarfi við tryggingafélagið Vörð sölu á sértryggingum í appinu og við erum að undirbúa okkar fyrstu fjármögnun og lotu til að klára tækniþróun. En skartgripur eru bara byrjunin, því leið og við erum komið með hönnuð innviði þá ná þau utanum úr, list og aðra lúxusvörur sem þurfa rafræn vottorð. Við erum að leggja grunn að stafrænu trausti fyrir verðmætar eignir. Á næstu árum verður sjálfsagt að allar verðmætar eignir hafi stafræn vottorð. Ekki að því að flott, heldur að því að krafa. Og þegar það gerist einn vettvangur sem markaðurinn treystir og við erum að byggja hann. Takk fyrir. Þetta flotta kynningu. Hljómar eins og ný lausn og mun betri eftir það sem hefur fyrir verið í bransanum. Mín spurning snýr að í rauninni þessu reglugerðum sem eru að koma frá Evrópusambandinu. Já.
Er value propositioninu nógu sterkt til þess að stakeholdera án reglugerðana? Eða er reglugerðin að drífa þetta? Hvað myndi gerast ef Evrópusambandið fresta til Já, það myndir ekki skipta neinu máli af því að value propositionu fyrir skartgripasala það mikið. Það endurkomið viðskipti. Þeir eru vandræðir með að ná viðskiptavinunum aftur tilbaka inn í verslanir. Þannig eru þeir nú komið með beina tengingu við viðskiptavinin. Þetta bjóða tilboð, þetta fá því viðhald og þess aftar. Svo stikkinesi það mikið. Líka fólk með vandræða skartgripi sem það veit ekki af fyrir það lendir í tjóni og þá situr uppi með tjóni að það er bara tryggt frá 5–15% í almennum heimilistryggingu. Ég til að þið gefa mig kannski 1 hring eða eitthvað svoleiðis. Gefið þið gott klapp! Norstone. Næsta teymi er dýragáttin.